Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Já, það vakti mikla athygli í sjónvarpsþættinum Synir Egils á Samstöðin í gær. Eitthvað sem hefur verið kallað eldræða Katrínar Oddsdóttur, mannréttinda lögfræðings. Hún fór þar yfir það sem að gerast á Vestfjörðum. Hvað var það sjókvíaeldi? Ræddi fyrirtækið Arctic Fish meðal annars. Og hún sagði að hennar eigin athugun fundir með forstjórum íslenskra ríkisstofnana, stjórnsýslustofnana og önnur athugun hennar leiddi hana þeirri niðurstöðu að hér væri hægt að stökkva af stað og framkvæma, vinna óhæfuverk gegn íslenskri náttúru, skaða hag lands og þjóðar, án þess að leyfi lægju fyrir því, en íslenska ríkisstofnanir væru gjörsamlega getulausar til þess að stöðva framkvæmdir þegar væru komnar á stað. Hún auglýsti eftir meira hugrekki. Áður en lengra haldið skulum við hlusta á smá brot úr ræðu Katrínar í gær. Það hérna nafna minn Svandís sem færa baukinn að algjörlega nokkurn veginn svolítið að ósækju finnst mér. Hún búin að fara að taka þátt í þessum nýjasta stóladansi, maður mann og allar lengur hver ráðherra í Íslandi, en hún orðin innviðaráðherra og þar með fekk hún ábyrgðina sem Sigurður Ingi hafði á því að hafa eiginlega algjörlega klúðrað málum með nýju skipulagi í tengslu við strand- og hafskipulag fyrir sjókvíaeldi. Og ef ég má bara aðeins Þetta mikilvægt mál. Já, þetta brennur mér verulega hjarta því ég hef eiginlega sjaldan komið svona utanfrá að einhverju máli og orðið þau jafn miklu áfalli. Vegna þess að ég vissi ekkert sjókvíaeldi og hafði ekkert brjálæðislegan áhuga á því fyrir einungis nokkrum mánuðum síðan. En svo fór ég að kynna mér þetta og fekk áhuga á þessu svo kannski margir í kjölfar þessar slysasleppinga sem varð í fyrra og hvers konar umhverfis slys þetta væri allt saman og fór eitthvað að skoða þetta betur. Og þú veist, mér langar alltaf að skilja heildarmyndin og það oft bara mjög pirrandi og flókið, sérstaklega á Íslandi. Þannig að það sem við gerðum var, við byggum til svona smá föruneytir hringsins sem eru svona kannski forsvarsmenn helstu náttúruverndarsamtaka og nokkrir lögfræðingar og við báðum bara, ég byrjaði bara að setja tölvupóst og bara biðjum fundi með öllum þeim forstjórum ríkisstofnana sem hafa einhvað með þennan málflokk að gera. Af því ég trúi á það að tala við fólk. Ég get alveg verið eitthvað og það gerist ekki neitt, en leiðum búin að horfa í augun á einhverjum og skilur nákvæmlega hvernig hann bregst við og sér hvernig líkamstjáningin og hvernig allt þá ertu oft bara búin að fá miklu betri upplýsingar heldur en að geta fengið með 100 skýrslum og einhverju. Þannig að við byrjum að funda og nú erum við held ég búin að fara á einhverja 7 eða 8 fundi með forstjórum og sviðstjórum allra þessara stofnana. Við erum eftir Hafró og svo erum við eftir að funda með Svandísi sem núna komið með þetta í fangið þarna í 2. maí. Og sko það sem gerist þegar þú ferð að púsla saman svona mörgum púslum að þá myndast þú kannski svolítið eins og púsluvitið sem snýr öfugt. Þú veist ekki hvað er á púslinu að þú byrjar að ímynda þér eftir því sem myndin raungerist. Og þú veist, það er hræðilegt að sjá hvernig komið fyrir íslenskri stjórnsýslu í tengslu við þetta stóra mál. Það er hræðilegt. Það sem er að gerast, og ég ætla bara að segja það svona umbúðalaust að því ég hef enga að tapa, það eru bara einhverju norskir auðmenn að taka yfir dýrmætustu náttúruperlur Íslands með mengandi stóriðju í krafti þess að sé var bjarga einhverju brothættum byggðum og það er allur afsláttur gefin á leiðinni. Bara afsakið mig, það er allur afsláttur gefin á leiðinni. Matvælastofnun gefur út rekstrarleyfi þrátt fyrir að það liggi ekki fyrir byggingarleyfi eins og lög gerir ráð fyrir. Mannvirkjastofnun hunsar lögbundnar skyldur sínar að gefa út byggingarleyfi árum saman. Þannig að allar þær kvíar sem eru við landið eru raun í ákveðnu ólögmæti. Vegagerðin, Landhelgisgæslan og Samgöngustofa eiga að tryggja siglingaöryggi í kringu landið. Þær leyfa bara kvíar út allt í beinum ljóskeirum frá vitum sem brot á alþjóðlegum skuldbindingum okkar til siglingaöryggis. Það kemur slysaslepping sem því það að Hafró átt að segja því að svo kallað áhættumat vegna erfðablöndunar til að bjarga laxastofninum okkar virkar ekki og segir við þurfum að gera nýtt og meðan dæla hinnar út leyfunum. Og þegar maður horfir framan í fólki og spyr af hverju eru það að gera þetta? Af hverju eru það að gefa út rekstrarleyfi fyrir svæðið Arnarnesi í Ísafjarðardjúpi sem að allar stofnanirnar eru búin að segja megi aldrei hafa sjókvíaeldi á vegna siglingaöryggi. Af hverju gerið þetta? Það bara svona horfaðu niður og segja það er nú ekki okkar ábyrgð að tryggja siglingaöryggi. Og þegar allt í þessi mynd byrjar að raungerast og maður sé bara, ó nei, þetta er þess að horfa bara á lestarslys í slow motion. Það er verið að leyfa núna fyrirtækinu Arctic Fish sem slepptu öllum þessum laxi í fyrra að setja niður sjókvíar, það eru komna niður. Það eru komið niður áður en þau fengu leyfi, að sjálfsögðu. Þetta er íslenska leiðin. Þú byrjar og þú traðkar yfir náttúruna og svo segir eftir að það er ekkert að gera þessu núna.
var þetta ólögumætt, damn, já, ég borga smá sekt, já, ég kom sem með skriljarða á baku mig, skiptir mig engu máli og þið sjáu hvernig tendensin það er búið að taka út úr nýja frumvarpinu Svandísar að eina sem hefði virkað á þessu auðmenn, það að segja að þeir fengju minni framleiðslu heimild eftir því sem þeir svikju lögin meira, ef þeir gerðu umhverfisslys þá minnkaði heimild þeirra til að framleiða mjög sniðugt úrræði, vegna þetta það sem býtur en nú búið að breyta sig yfir í sektir af því að inn kemur LIU síðan enn ekki að muna hvað heitir í dag og óskiljanlegt að sé að berjast fyrir þessum iðnaði vegna þess að þetta uppeldisstöðvar þörsksins eru í djúpinu og all þessi lús og allt þetta eitur, þetta rennur út í vistkerfið, þetta ekki eins og það sé að segja bara, hér er fiskeldi og það bara hér. Það ekki þannig og í Noregi þá eru þessu heilu firðirnir dauðir. Þú sér ekki fugl á flugi, þú sér ekki gras í kringum þetta að því vistkerfið deyr að lokum. Og við erum með ósnortustu víðerni í Evrópu og við erum með fjöregg bara heimsins í fanginu hérna og við ætlum að hafa svona stjórnsýslu og ekki bara þetta að segja sko já, þetta er nú óöfulegt og leiðilegt að þessir eru að klikka hér og þessir klikka hér og þessir klikka hér, nei, það kom út skýrsla ríkisendurskoðunar í fyrra sem bent á nákvæmlega þetta og sagði þessi brotakenda og veikburða stjórnsýsla má ekki viðgangast, nú verðið þið að búa til plan, hver byrjar, hvernig gerir þetta, þá átti skipulagsstofnun að hafa forgangu og hefur bara hreinlega ekki gert. Og hvað gerist? Ég ætlum þess að vinna fyrir mann sem á þetta ótrúlega fallega svæði sem heitir Sandeyri, sem þarna í Snæfellstöðum, það sem núna búið að hóla niður þessum kvíum gegn hans leyfi og hann hreinlega búin að leiða líkur að því að skipulagið fyrir sjókvíaldinu inn á hans jörð. Þetta það nálægt landi að netlögin hans ná þarna út og í skipulaginu segir bara, og við gátum ekki alveg átt okkur á því hvað netlögin voru, svo við tókum bara þetta kort, bara eitthvað kort og settum bara 115 metra í viðbót. En þetta miðast við Stórströmsfjöru og landi hans heiti Sandeyri af ástæðu, það bara fjarar endalaust út þarna. Þannig að það að vera búin að hóla þessu þarna niður, svona nálættunum, hérna bara þetta skipulega slys og núna gefur síðan Mannvirkjastofnun út byggingarleyfi. Ég meina, ég geti ímyndað okkur ljósmenguna, háðamenguna og bara umhverfismenguna sem hann er fara að fá í þessa óspiltu fjöru. Hann er bara að berjast til þess að vernda náttúruna. Hann hefur engin sem býr þarna nálægt. Það er ekkert að halda því fram að þetta snúist ykkur störf í pingulitlu þorpi sem er að lognast út af. Þeir eru bara búin að fylla alla þá firði sem þeir höfðu fengið heimild til að fylla og græðginn drifur áfram núna í að þeir eru komin í Andeyri Hornstranda. Þetta er svona mál sko. Og fólk er 70% á móti þessu og stjórnmálin þykjast ekkert geta gert, en það er bara ekki rétt. Washington til dæmis fylki stoppaði sjókvíaldi hjá sér og það var bara ein manneskja sem hafði nógu mikinn pólitíska kjark til að segja stopp og auðvitað vita allir þessi kallar sem eru að taka þennan gróða að þetta mun ekki vera til lengdar þessi stefna, við munum ekki gefa firðin okkar eftir endalaust og normenn fara hlægjandi í bankana því að borgi ekki einu svona gjald fyrir þetta hérna. Heyrðu, það var ekki þannig en það er ákveðin tími sem hægt er að nota áður en við vöknum til vitundar og það á svolítið blóðmjólka þann tíma og veistu það er algjör hörmung að horfa upp á þetta. Og ég held að þessi full ástæða til þess að við ræðum það sem Katrín segir og tveir viðmælendur ætla hér á eftir að bregðast við því sem kom fram hjá Katrínu. Björg Eva Erlendsdóttir, framkvæmdastjóri Landverndar, velkomin. Takk fyrir. Ef ég byrja kannski á að spyrja þig út í það sem Katrín segir að íslenskar stjórnsýslustofnanir virðist ekki hafa burði til að sinna sínu hlutverki og vernda hag lands og þjóðar fyrir einhverjum norskum auðmönnum sem hegði sér eins og þeim sýnist. Er það þitt mat að það sé að hugleysi, skortur á hugrekki og verkvilja spilir þar inn í eða er þessum stofnunum stjórnsýslulega sniðinn svo þröngur stakkur að segja megi að við séum bara búin að kasta frá okkur stjórnun Íslands yfir til einhverja auðringja? Já, ég vil nú bara byrja á því að segja ég tek undir mest allt sem að ég heyrði í þessari eldræðu Katrínar Oddsdóttur og ég held að Landvernd í heild sinni þakki fyrir fólk eins og hana sem að tekur þessa baráttu eins og hún gerir. Þakki fyrir hana og Björk og Jón Kaldal og Fiskasamtökin ekki veitir af vegna þess að þetta er náttúrulega bara eins og Katrín lýsir þarna alveg rosalega vel að það virðist vera hægt að leggja upp með hvaða dellu framkvæmd sem er á hvaða skala sem er líka og svo bara þurfa allir bara að setja sig í spekingslega stellingar og greiða götu allra ævintýra sem að einhverjum auðmönnum dettur í huga að starta og þá er afskaplega lítið tekið tillit til
náttúru, til almennings, til samfélags áhrifa í heild sinni og ég vildi óska að þetta væri einskorðaðist við sjókvíaeldi en það bara langt í frá. Það bara, mér sýnist og ég hef sagt það áður að mér finnst ríkisstjórnin nokkuð lengi og í vaxandi mæli vera ríkisstjórn atvinnulífsins, jafnvel ríkisstjórn stórfyrirtækja sem enn verra og það bara eru rosalega litlar varnir. En eru stjórnsýslustofnanir framlenging á ríkisstjórninni? Þær eiga jú að starfa óháðar. Ég hef orðið vör við það í gegnum árin að stjórnsýslustofnanir að þær eru ekkert alveg óháðar pólitíkinni ef að það ríkur pólitískur vilji til þess að framkvæma og fara bara í hvað eina sem að atvinnulífinu dettur í hug að þá skapar það óneitanlega miklu erfiðara umhverfi fyrir þessar stofnanir. Að forstjórar og sviðstjórar séu undir áhrifum af ráðandi pólitíkus tíma. Já, það held ég við vitum, bæði þú og ég, að þannig hefur það verið alltaf. Þannig að í einhverjum tilvikum, svo ég víki þá aftur að upphaf spurningunni, sé þetta spurningum vilja, hugrekki eða hugleysi eða smitunaráhrif frá viðkomandi stjórnvöldum, frekar en að stjórnsýslulega sé þessum stofnunum settar svo þröngar skorður að þau geti ekki unnið vinnuna sína. Þetta sambland af mörgu og pólitískur vilji ræður augljóslega miklu og það alltaf verið að tala um það. Það þarf orku, það þarf atvinnu, það alltaf talað um það eins og það sé eitthvað svona hrikalegt atvinnustig í landinu og það sé bara, maður sé bara einhvern veginn aftan fornöld og vilji býta gras og sé á móti ljósaperum ef maður ekki sammála bara hvaða rugli sem bara það getur verið stórkostlegt eldi, fjallaflutningur, alls konar virkjanir, bara allt mögulegt sem að hugsanlega skapar einhverjum atvinnu einhver tíman, gjarnan á einhverju svæðum þar sem ekki einu sinni vinnuafl. Og það fyrsta sem gerist þá, það bara stórkostlegur innflutningur og vinnuafli til skams eða langs tíma, mikið álag á innviði, það fylgir þessu skortur á húsnæði, erfiðleikar í skólum, erfiðleikar í heilbrigðiskerfinu, allir innviðir verða undir miklu álagi og þegar upp staðið þá þetta ekki til gagns fyrir neitt nema þessi stórfyrirtæki sem vilja fara í þetta. Já, og nema í þessu tiltekna máli fyrir atvinnuhagsmuni örfárra íbúa í deyjandi byggðum eins og Katrín Oddsdóttir orðar það. Hún segist hafa skilning á því að fólk sem býr út á landi og ég sem landsbyggðarmaður þekki alveg hvernig fyrirverandi, þekki það hlutskipti að búa út á landi að á svæðum þar sem til dæmis hefur orðið ákveðin eigna upptaka vegna breytinga á fiskveiðistjórnarkerfinu að fasteignir hafa hrunið í verði, þá kannski ekki svo auðvelt að slíta sig upp og flytja frá Vestfjörðum eða öðrum byggðum sem að eiga atvinnulega við vandamál að stríða. Maður skilur hagsmuni íbúana að berjast fyrir þó 1 eða 2 eða 5 störfum en ef maður teflir því saman við almannahagsmunina sem þið hjá Landvernd eru með ákveðna skyldu gagnvart þá verðist þetta að vera mjög ójafnleikur. Býtu, hvernig erum við með skyldu gagnvart almannahagsmunum? Þið starfið með það að leiðarljósi að vernda hag náttúru og samfélags fyrir til dæmis skaðlegum framkvæmdum. Já, þú veist að koma úr þessari átt út af því að það stundum talað um að þeir sem sé að vernda náttúruna séu þá einhvern veginn andvígir samfélaginu. Nei, ég var nú hreint ekki að tala úr þeirri áttinni. Nei, ég bjóst nú svo mikið við því en allavegana þá ég líka utan á landi og það sem maður hefur séð það að svona ofsalega stórar framkvæmdir eru að jafnaði ekki til gagns og svo ég vísi nú í annan mann sem ég nefndi áður sem Jón Kaldal. Hann skrifaði nú grein um það að þetta væri ekki endilega eitthvað sem væri að bjarga samfélaginu á Vestfjörðum, þvert á móti. En svo förum enn aftur í þetta sko að
það boðleg pólitík að erlend félög nái að vinna tjón? Það nú ekkert smáraðis umhverfislegt tjón sem getur orðið á þessu sjókvíaeldi, raska náttúru og einu rökin sem Íslendingar getur svona hakað við í sínu bókhaldi sé að það verði til nokkur störf fyrir íbúa í hugsanlega byggðunum sem þegar eru deyjandi. Bara auðvitað ekki og hvernig sem þessar byggðir eru þá er það bara aldrei boðlegt að vinna stór tjón á náttúru, bíða ekki eftir leyfum, gera hlutina einhvern veginn með öfugum klónum allt og stóra. Auðvitað er það ekki boðlegt og það er ekki boðlegt fyrir neinn og enda er það ekki almenningur sem er að kalla eftir þessu. Það er bara mjög mikil andstaða við þetta en það sem er svolítið skuggalegt er að þegar að fólk svona, að þeir sem hafa sameinast gegn þessari allt of hröðu uppbyggingu í sjókvíaeldi, því það er alveg staðfest í skýrslum að þetta var of hratt, eftirlitslaust og ómögulegt. Það kom svo fram frumvarp lagareldi og einhverja stefnu sem að var ágætt en mér skilst að sé verið svolítið að mylja það niður og hola það innan núna þannig að á endanum verði það ekki ágætt og þær skorður sem þó voru settar í því séu fjarlægar leið og hagsmunaöflin komast í þetta þá bara einhvern veginn bresta varnirnar upp og nýtt og þetta er bara gamla sagan en þegar að fólk fer í að benda á eitthvað annað, þú ætlar að stoppa einhverju svona brjálæðis uppbyggingu með því að segja ok, nei, þetta sjókvíaeldi, það hefur gengið allt og langt. Við skulum færa það upp á land. Þá er það ekki endilega gott heldur. Nei. Málið er að þetta er allar tegundir af framkvæmdum. Það er of mikil græðgi, það er of mikil svona það er bara mikil ofnýting, þetta er rányrkja, þetta er árás á land og náttúru, sama hvort það heitir sjókvíaeldi, landeldi, vindmyllur og bara margt fleira má telja. Það virðist aldrei vera hægt að byggja upp hlutina hægt og rólega. Nei. Það er alltaf þessi svona rosalegi gassagangur eins og að það sé bara himinn og hafa farast ef þú bara nýtir ekki allt bara strax á næsta ári. Helst áður en leyfin koma. Ef þú myndir lesa frétt ríki í Evrópu þar sem fyrirtæki gætu hafið framkvæmdir á viðkvæmum svæðum og þeim voru bent á að það var ekki komin leyfi fyrir framkvæmdum og þú myndir heyra að það væri talað við forstöðumenn ríkisstofnana sem ekki hefðu gefið leyfi fyrir framkvæmdinni en þeir sögðu, já, nei, við getum ekkert gert af því að þeir eru farnir á stað, þeir eru byrjaðar að framkvæma en við getum sagt það kannski pínulítið, við ætlum að skoða það. Hvernig liðir þér ef þú læsir frétt þetta í einhverju bara Evrópuríki, einhverju nágrannaríki Íslendinga? Ætli bara mér liði ekki þess að ég væri komin heim. En þetta sko, það getur enginn í hópi almennings skilið þessa stjórnsýslu, að þetta sé hægt. Nei, sko, ef þetta er hægt þarna, hvenær getur það fólk tekið lögin í sínar hendur bara inn í þéttbýlinu, inn í miðbæ Reykjavíkur eða eitthvað svoleiðis? Kannski síður, en nú talað mjög mikið skilvirkni og það þurfi að auka skilvirkni, það er pólitísk stefna að auka skilvirkni til þess að mér skilst flýta frekar fyrir framkvæmdum og það er ekkit allir sem tala eins og þú núna, sumum finnst þetta bara ganga allt of hægt að fá öll leyfi til þess að fara í svona framkvæmdir. En til hvers erum við þá með hana stjórnsýslu fasa að það þurfi leyfi og það þurfi skipulag, það þurfi að horfa til margra þátta að það er ekkert gert með þetta kerfi. Og er þetta aumingjaskapur hjá starfsmönnum íslenskra ríkisstofnana bara sem að spyrja reynd út? Eða er þetta bara þeir sem undir áhrifum pólitíkinni? Mér finnst þetta bara ekki ábyrgt. Ég er bara ekki sáttur við að skattféð okkar sé að fara til starfsmanna sem eru undir þrýstingi frá einhverjum framkvæmdaöflum og hverjum tíma og í rauninni hunsi bara stjórnsýslu eins og stjórnsýslu er hugsað.
svo ég kom inn á það. Nei, ég ætla ekki að dæma starfsfólki í þessum stofnunum sem eru að eiga við þetta. Það getur vel verið líka að kerfið sé flókið, hugsanlega væri gott að það kæmi einhver meiri skilvirkni þannig að þessi leyfisfrumskógur er ekki þannig að þú færð eitt leyfi og þá byrjar á framkvæmd, svo eftir að fá mörg önnur leyfi. En þú ert komin með leyfið sem leyfir þér að byrja, kannski. Og auðvitað er það ekkit heppilegt ef að það væri auðvitað gott ef þú bara þyrftir að fá öll leyfi og að þau væri kannski ekkit svona mörg til þess að það er mjög mikið flækjustig í þessu og ég get alveg skilið það en ég óttast það hins vegar að allt tal skilvirkni sé bara að greiða götu framkvæmda hvaða nafni sem þær nefnast og það er rosalega hættulegt af því það er ekki eins og það hafi verið mikill skortur og framkvæmdum á Íslandi síðustu árin. Það er talað eins og að hér sé alveg ofboðsleg kyrrstaða í orkuöflun, kyrrstaða í uppbyggingu, atvinnu á fámennum svæðum og bara almennt sé alveg lífsnauðsynlegt fyrir samfélagið að ráðast í stórframkvæmdir bara allstaðar, bara á litlum svæðum. Ég er sjálf úr lítilli sveit, þar sem að plönin eru svo ótrúleg að já, það var bara gert grín að því á Þorrablótinu að það væri verið stemt að því að breyta Árnesi í Gnúpverjahreppi í New York á 10 árum. Já. Og þetta er eiginlega alveg þannig, mörg hótel og 3 virkjanir og og sama tíma er það Íslands og stærsta hús á Íslandi undir tómatastóriðju til að selja tómata frá Íslandi til Evrópu. Og sama tíma er það ósnortin íslensk náttúra sem er helsti segull ferðamanna sem vilja koma til Íslands. Já, þá að setja ferðamennin í hótelin til að skoða yfir virkjanir og tómatastóriðju. En ég velti því líka fyrir mér hvort það er ekki svolítið varasamt. Þú segir ég vil ekki dæma starfsmenn íslenskra ríkisstofnana og ég skil það svo sem alveg. Ég á marga vini hjá þessum ríkisstofnunum sem að ég held að þurfa að taka takk og við erum með nálægðavanda og við erum meðvirk gagnvart alls konar hlutum hérna. En ef við ætlum alltaf ekki dæma neitt og við ætlum ekki sýna neinum aðhald, hvernig endar það? Það náttúrulega endar ekki vel, en ég þarf bara að hafa einhver dæmi það að fólkið í þessum stofnunum sinn ekki sínu starfi eða brjóti lög eða eitthvað svoleiðis og það náttúrulega á ekkert slíkt á að líðast en að fólk í stofnunum vinni eftir einhverju pólitískri leiðsögn, þannig hefur það alltaf verið og svo pólitíska leiðsögn á þá svo sannarlega ekki að vera hafin yfir lög. Nei. En stundum þá grunar mann að það sé svona stundum hort í hinn áttina þótt að verið sé að fara á svig við lög. Já. Katrín líkir þessu við lestarslys í hægri sýningu og auglýsir eftir hugrekki og auknu sjálfstæði, ekki bara stofnana heldur starfsmanna í rimminu við peningaöflin. Þið í Landvernd, þið náttúrulega kannist við það að það getur verið dálítill munur á aðstöðu grasrótarsamtaka og aðstöðu afla sem að hafa peninga á bakvið sig. Þið eruð oft sökuð sérhagsmunastefnu sem sé ekkert skárri en hjá þeim sem starfi hjá bara einhverju áróðursfyrirtæki. En ykkur finnst og þið metið það sjálf þannig að þið séuð að einmitt berjast fyrir almannahagsmunum eins og ég nefndi áðan á meðan aðrir berjast fyrir sérhagsmunum og grasrótarsamtök lendi gjarnan undir í þeirri rimmu. Er það ekki rétt skilið hjá mér að þið upplifið það þannig? Jú, ég upplifi það að mjög margir bæði stjórnmálamenn og jafnvel almenningur og klárlega þeir sem að heikja á miklar framkvæmdir að þeir upplifa svona samtök sem sérhagsmunasamtök og það hefur nú verið tekist á það bara þó nokkuð mikið að fólk sem að er í náttúruverndarsamtökum bara með sín á verndun náttúrunnar hefur verið sett til hliðar í
jável í sveitarstjórnum og það hefur verið talið vanhæft og það er náttúrulega bara jafngilt því að dæma einhvern úr leik út af því að hann hefur stefnu. Já, til dæmis bara ef að sjálfstæðismaður með hægri stefnu mætti aldrei fjallum nein mál þar sem að væri hægri áherslur. Þetta er eiginlega svolítið svoleiðis, þannig að þetta er einhver miskilningur, fólk áttar sig ekki á því að ef þú ert vanhæfur út af hagsmunum þá verða að vera einhverjir sérhagsmunir þínir. Já. Og yfirleitt fjárhagslegur ávinningur eða eitthvað svoleiðis. Já. En þeir hagsmunir sem við erum að gæta sem eru hagsmunir náttúrunnar svo sannarlega höfum við ekki neitt upp úr því fjárhagslega þvert á móti. Nei. Yfirleitt þurfum við að taka á okkur og það eru til dæmis hátt í 6.000 manns í landvernd sem að vinna baki brotnu að því að vernda náttúruna í sjálfboðaliðavinnu eingöngu. Það er bara engum sérhagsmunum til að dreifa. Nei, en mjög mikið starf unnið oft við mjög erfiðar aðstæður og ég er alveg óskaplega þakklátt fyrir alla þessa félaga og allt þetta fólk sem að nennir að standa í þessu og það missir mjög gjarnan spón úr sínu maski. Það er gert tortryggilegt á alla lund og það er kallað öfga þetta og hitt og þið eru þannig fólki sem alltaf vilji bara kæra allt og þvælast fyrir framtíðinni. Svona er talað. Já. En ég held að fleiri og fleiri vita að þetta er ekki svona. En þú nefndir orðið miskilning að það væri kannski einhver miskilningur í þessu en kannski er hreint engin miskilningur í þessu, kannski er bara hreina strategíu og áráður. Einbeittur brotavilji þeirra sem vilja ekki að neitt sé að þvælast fyrir sér. Að ræða. Hjá sumum örugglega. Ef rétt er sem þú segir að fólki sé skáka til hliðar, það sé tekið út úr nefndum. Já, við höfum bara staðfest dæmi það og fleiri neitt. Sem er þá undanfari atvinnubans eða einhvers konar þrenginga í atvinnulegu skilningi að lífsviður væri þitt að hafa verið að senda þér skilabúð að lífsviður væri þitt kunna að lenda í hættu. Þá er þetta þetta ber allt keim af eiginlega bara liggur mig við að segja fasísku og stórhættulegu samfélagi. Já, ég vona að við séum nú ekki komin svo langt. En hvað finnst þér? Mér finnst við ekki verið komin svo langt. En viðvörunarljósin, þau sannarlega eru á lofti. Sko, þeir sem hafa mikla hagsmuni, mikla sérhagsmuni, þeir reyna að vinna að þeim sérhagsmunum eins vel og þeir geta. Ja. Og auðvitað hvílir mikil skylda á stjórnvöldum, á sveitarstjórnum, til dæmis, þar sem nú flestar framkvæmdir eru ákveðnar, á alþingismönnum, á ríkisstjórn að gæta almannahagsmuna en ekki að vera einhverjar svona aðstóðarfólk fyrir stórfyrirtæki. Nei. Það er bara ekki þeirra hlutverk. Nei. En mörgum stjórnmálamanninum finnst það vera sitt hlutverk. Já. Það er mín skoðun. Það er líka bara samfélög geta þróast til hins verra svo hægt að við tökum ekki endilega eftir því. Þetta gerir svo óbúslega hægt og það er margt sem bendir til þess bara þegar maður hlustar á Katrínu til að það sé alltaf fólk seilist alltaf aðeins lengra sem er sem getur verið mjög hættulegt til framtíðar. Nú en það er samt, núna er það ekki þannig að hlutir gerist hægt, þeir gerast hratt. Já, í þessu. Árás á íslenska náttúru núna, hún gerist hratt. Já. Og fiskeldið, það óx óskaplega hratt. Já. Og það er alveg bara staðfest og það átti að rannsaka það sérstaklega, það gengur eitthvað hægt. Já. Og það eru margar fleiri atvinnugreinar. Ferðaþjónustan, hún hefur vaxið ekki hægt, heldur óskaplega hratt. Já. Og við sjáum nú hvaða áhrif það hefur. Maður er búin að vera að horfa á mótmæli frá Tenerife. Já. Þar sem að fólk er að bugast út af þessari atvinnugrein sem að átti mörgu að bjarga og hefur gert það ábyggilega fyrir einhverja. Já. En greinilega ekki fyrir almenning. Nei. Sem sefur í bílunum sínum og þarf að flýja til fjalla út af því að það er ekki húsnæði. Já, það steytist nú við það hér. Ég segi kannski ekki við þurfum að flýja til fjalla en það er allavega alveg áhugavert að bera þetta saman og mér finnst að það ætti að gera það ætti að bera þetta saman.
Já. Og það alveg sama hvaða allar atvinnugreinar sem að hleypur í ofvöxtur, þá kom alls konar ruðningsáhrif, alls konar neikvæð áhrif, en ekki bara jákvæð. Og okkur mjög tamt hér að tala bara, hérna atvinnutækifæri, það gott. Já. Býtu, og svo spyr maður, en vantaði atvinnu þarna? Já. Það skiptir engum máli, þetta bara hagvöxtur, tekjur, mjög gott. Já. Þannig talar fólk hér og gleymir alveg að vega alla þættina upp á móti. Já, það gleymir framtíðinni, það gleymir sjálfbærni, það gleymir hagsmunum komandi kynslóða. Það bara partí, dags í dag, hjólum. Það bara mikið partí. Sem snúast Þannig að ég bara alls ekki sammála því að neitt gerist hægt, það gerist skuggalega hratt, mikið sem að gerast hér og væri kannski bara skárra ef það gerist ekki svona hratt. Mér langar aðeins að víkja talinu áður en ég kveð þig, Björg Eva, að dómi sem fjall í Sviss nýverið, eða fjall Sviss, dómi mannréttinda dómstólsins í Evrópu. Það sem tekið var tillit til þess að svissnesk stjórnvöld hefði ekki gert það sem þeim bæri að gera til að vernda hagsmuni nokkura eldri kvenna sem að fóru í mál og það bent á það að loftslagsbreytingar hefðu meiri áhrif á lífsgæði eldri borgara en margra annara vegna öndunar erfiðleika þegar miklar öfgar myndu verða í veðri sem fólk rekur til loftslagsbreytinga og þær höfðu betur sem sumum kom óvart. Við höfum séð harðarleiðara í Morgunblaðinu gegn þessu rugli og við höfum heyrt að umhverfisráðherra Íslands sem jafnframt orkumálaráðherra, hann nú ekkert allt og ánægður með hann dóm og honum finnst að dómararnir hafi seilst aðeins svo langt í valdsviði sínu. Ég held ég geti ályktað það út frá orðum hans. Þín viðbrögð við þessum dómi og hverju mun hann breyta tengt því sem við höfum hér verið að ræða? Sko, ég fór að hádegismálþing þennan dóm, þennan ömmudóm í Sviss og það mjög mikill áhugi þetta fyrir þessum dómi í mínum kreðsum og það vöknuðu nú gríðarlega margar og áhugaverða spurningar við að fylgjast með lögfræðingum nokkrum tala þetta á þessum hádegisfundi en ég veit að málið til skoðunar í mörgum samtökum og til dæmis eru samtök sem nýstofnuð sem heita Aldin sem eru eldri aðgerðasinnar, þar eru margar ömmur, þær eru að fylgjast með þessu og fundum þetta núna flesta daga og ég hef ekki heyrt viðbrögð okkar ráðherra við þessu. Nei. En þetta nú heldur ekki á þeirra valdsviði þannig að hvað þeim finnst þetta kannski ekkit aðalatriði en við vitum öll og það bara gjörsamlega viðurkennt á einu sinni á ári að loftslagsmálin eru ekki á góðri leið og það þurfi aðgerðir og síðan kemur alls konar einhver þvættingur inn á milli og svo kemur aftur loftslagsráðstefna og allir viðurkenna að nú þurfi aðgerðir strax. En þess á milli erum við nú meira svona liðka fyrir stórum aðgerðum sem eru ekkit sérstaklega loftslagsheppilegar. Þannig að það eru miklar mótsagnir í þessu öllu. En auðvitað það eitthvað sem að samtök þurfa að skoða. Það nú mjög mikið kvartað alltaf þegar að svona grassrótarsamtök fara dómstólaleiðina. Það kemur mjög illa við þá sem ráða að geta ekki bara sagt bara hættið þessum þvættingi. Við ætlum nú bara samt að hafa þetta svona. En þá eru til þessar leiðir þegar annað bregst og það verður bara notaðir. Já, það svolítið hressandi líka að eldri borgarar hafi fengið rödd í þessu máli. Við hlustuðum mikið á raddir okkar yngsta fólks fyrir nokkrum árum þegar Greta Thunberg hóf... Já, hún var nú nefnd í þessu samhengi líka. Já, en þá sem sagt fór fókusinn svolítið í þessum málaflokki á unga fólki og rétt þeirra til framtíðar. En núna erum við að sjá þetta frá hinni hliðinni, frá eldri borgurum. Já, en ef þetta er vont fyrir eldra fólki þá þetta klárlega ennþá verra fyrir unga fólki þannig að vonandi verður áherslan áfram líka á unga fólkinu og bara á öllu fólki. En þetta kannski sýnir okkur svona á nýjum skala
Þetta sýnir okkur á nýjum skala og það er líka eitt sem að er mjög áhugavert og tengist því sem við vorum að tala um áðan, að þeir sem að gefa sig út í náttúruverndar og umhverfisbaráttu almennt mjög oft fólk sem að ekki alveg ungt. Já. Og það kannski búið að sitja einmitt inn í þessum stofnunum sem þú varst að tala um að væri hugsanlega ekki að standa sig. Já. Svo kemur það út úr stofnunum og fer beinustu leið í umhverfissamtök með mikla þekkingu sem að kannski hefur ekki alltaf fengið að njóta sín af því að hún brýtur í bága við atvinnustefnu, við aðra stefnur og fólki sem búið að vinna fyrir þessu, það kannski búið að skrifa fullt af skýrslum og leggja mjög margt gott til mála sem kannski fær ekki mikla athygli. Nei. Og svo fer það að beita sér og þannig að ég held að í margir sem að leggja í að beita sér og að beita sér í þessum mikilvægum málaflokkum einmitt fólk sem bara búið með starfsæfina. Já. Og það náttúrulega heldur ekki hægt að eiga neitt við það er ekki hægt að segja bara, heyrðu, þú getur ekkert verið hér í vinnu. Nei. Nú leggjum við þig og þína stofnun niður. Já. Það er ekki hægt, fólk bara orðið svolítið frjálst. Einmitt. Og þá fer það að beita sér og sem betur fer þá hefur það oft mörg ár til þess. Já. Þannig ég held að sé mikil ástæða til þess að hlusta á eldra fólk á þessu sviði. Já. Ég meina loka spurningu, hún svona aðeins tengist þessu á ská. Þú hefur nú marga fjörunarsopið, búin að vera fréttamaður lengi, framkvæmdastjóri pólitísks flokks, ert núna hjá Landvernd. Þú ert eins meðvituð og ég það að ríkisstjórnin stefnir að frekari sameiningu stofnana. Kann að vera að ein ástæða þess að ríkisstarfsmenn beita sér ekki sem skyldi fyrir stefnu sem stjórnvöld að keyra áfram. Sé svo að öryggi þeirra sem vinni á ríkinu sé ívið minna núna vegna boðunar sameiningu en svona í meðalári. Og geti hugsast að það hefði áhrif á það sem Katrín Holtsdóttir talar um. Mér finnst það alls ekki ólíklegt að það hafi áhrif á starfsfólk þegar að það gengur og veit að það á að leggja niður stofnuna þess eða sameinana öðrum og gera miklar breytingar. Þetta alveg gömul saga og ný. Alveg hef ég verið þarna sjálf. Það hafi verið gerðar alls konar breytingar á ríkisstofnunum og oft hafa ýmis svona, maður hefur heyrt það í aðdragandanum að þetta stofnun hún hefur nú ekki staðið sér nógu vel og það væri hægt að hagræða mikið hér og það alltaf mjög mikið tala líka hagræðingu. Þegar það verið að sameina stofnanir þá ævinlega talað hagræðingu og það þýðir náttúrulega bara eitt, það þýðir færra starfsfólk og þá hefur fólk ekki atvinnu öryggi og þá ekkert óeðlilegt að fólk svona hugsi sig áður en það fer af mikilli hörku í einhver mál sem þau vita pólitíkin ekki þóknanleg. Já. Af því að það nú einu sinni þannig að fólk þarf sitt lifibrauð. Það skilja menn mjög vel þegar þeir búa til ný atvinnutækifæri en það skilja menn afskaplega illa þegar að ræða mikilvægar stofnanir opinberar. Vegna þess að í hugum sumra þá bara opinber störf einhvern veginn bara byrði á vinnandi fólki. Já, eins mikilvæg og þau geta nú verið. Þeir sem starfa á opinberum stofnunum verða líka gæta þess að vinnu sína af hugsjón við íslenskan almenning en ekki bara vinnuveitendur þegar þeir eru ranglátir til þess að halda áfram að efla trú okkar á mikilvægi opinbera starfa. Já, og mjög oft þá held ég að það sé miklu erfiðara að vera í opinberu starfi heldur en fólk gerir sig grein fyrir einmitt út af þessu. Og við erum nú búin að sjá mjög mikla og harða gagnrýni á orkumálastjóran sem nú í forseta framboði og það embættismaður sem hefur bara hefur verið sést meira til en
til margra annara embættismanna, forstöðumanna stofnana og hefur komið þannig almenningi fyrir sjónir að hann sé bara standi fast á sínu fyrir almenning og það stofnun sem á að renna inn í aðra og það eru frekar stórfelldar sameiningar framundan og það hefur verið talað það að það sé í hagræðingarskyni, auka skilvirkni, spara, allt þetta. Þannig að þetta ekki auðvelt og við bara höfum mörg dæmi það úr fortíðinni að það hafi verið lagðar niður bara sléttaðar út heilu stofnanirnar sem hafa verið stjórnvöldum erfiðar. Þjóðhagstofnun? Já, þannig að það þarf ekki að eiginlega að bara velta þessu fyrir sér og leiða eitthvað líkum að þessu, þetta bara svona. Einmitt. Kæra þakkir fyrir komuna Björg Eva Erlendsdóttir, framkvæmdastjóri Landverndar. Við höfum ekki sagt skilið við þetta mál, ég ætla að ræða við stjórnsýslufræðing hér eftir andartak. Farið ekki langt. Fjárhagserfiðleikar eru afgerandi meiri hjá eflingarfólki en öðrum á vinnumarkaðnum. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Já, við höldum áfram þessari umræðu. Við höfum fengið annan gest til að ræða þetta mál. Hann Hauk Arnþórsson, stjórnsýslufræðing sem gaf út bókina Mín eigin lög, ekki alls fyrir löngu. Velkomin Haukur til okkar. Takk fyrir. Þetta sem Katrín Oddsdóttir nefnir að einkafyrirtæki geti farið sínu fram án leyfa, byrjaði að framkvæma og einu viðurlögin séu þau að það kannski borgi einhverja sektir og ástæðan fyrir því að það sé geta að stoppa það af sé svo að það hafið framkvæmdir, jafnvel þóttir séu í óleyfi. Getur þetta verið með þeim hætti sem hún lýsir og ef svo er þetta tæk stjórnsýsla? Nei, þetta er auðvitað ekki tæk stjórnsýsla. Þetta gerist nú ekki alltaf svona. Þetta gerist oft þannig að framkvæmdaraðilar tryggja sér sinn rétt með einhverju bráðabirgðaleyfi. Með einhverju leyfi þannig að þeir geta dælt peningum í verkefni og eru öruggir með það að ríkis eða hið opinbera vald sér skaðabótaskylt eða verið farið í bakið á þeim. Já. Þannig að það er það sem maður hefur séð meira að mann byrja með eitthvað lítið í höndunum en eitthvað í höndunum. Mm-hmm. Já. Þannig að það vantar kannski eitthvað inn í þessa jöfnu að það er þá einhver forleyfi eða eitthvað sem að einhver ávinningur sem að hefur orðið áður en fólk stekkur á staði eða eitthvað. Já, ég þóra ekkert að segja þessi dæmi sem Katrín að taka. Hún hefur kynnt sér þetta miklu betur í og þessi lögfræðingar eins og hún sem eru raunverulega að vinna í þessum málum og fara með þau fyrir réttin, þeir eru náttúrulega með öll smáatriði málsins í sínum höndum sko. Já. Þannig hún veit þetta alveg nákvæmlega og það sem maður veit svona bara sem stjórnsýslufræðingur út í bæ er að þrýstingur frá atvinnulífinu á ráðuneytin er gríðarlega mikill og matvæla ráðuneyti er kannski eitthvað erfiðasta ráðuneyti í þessu leiti varandi lobbyism að það er annars vegar með búnaðarmálin, landbúnaðarmálin, það sem er mjög hefðbundin þrýstingur að sem sagt búnaðaryfirvöld, félagasamtök landbúnaðarins ráði öllu sko og hins vegar er það þá sjávarútvegurinn og þarna var nú að koma inn nýr ráðherra og nýr ráðuneyti stjóri og þetta er að mínu við til veikasta ráðuneyti. Já, að þú nefnir þrýsting og þú nefnir þrýsting atvinnurekenda á ráðuneyti. Ef sá þrýstingur heldur áfram og ráðuneytin þrýsta svo á stjórnsýslustofnanir þá er kannski ekki von á góðu, þá eru þær kannski ekki eins frjálsara og óháðar eins og þeim ber að vera. Nei, þær eru það náttúrulega ekki og þær eru það sko aldrei, þetta er alltaf spurning það hvað þetta gengur langt. Það er alveg eðlilegt að ráðuneyti taki tillit til atvinnuveganna og atvinnuvegarnir eiga hafa sitt að segja við samningu reglugerða og samningu laga og hvernig er hægt að þróa hlutina áfram. Og þetta er skandinavíska módelið og þegar að sósíaldemókratar í Skandinavíu fóru á stað með
með samstarfið við auðvaldið eins og þau kölluðu það sko 1940-50 þá gekk þetta alltaf út á samkomulag verkalýðshreyfingarinnar og sósíaldemókrata og atvinnulífsins og þannig að það er sterk hefð á Norðurlöndum að lýðræði gangi út á það að atvinnulífið sé mjög sterkt. Hins vegar höfum við séð á Íslandi og það var kannski aðal lærdómurinn af hruninu þar sem að fjármálalífið bara gerði það sem ég sýndist bæði fenguðu þau lög sem þau vildu og svo gátt þau sniðgengi þau lög sem þau vildu af því að eftirlitsstofnanir voru svo veikar. Og eftir afregluvæðingu? Já, eftir afregluvæðingu og við höfum séð þetta ganga allt á land hér á landi og það er ósku hættið því að einmitt í þessum greinum þar gangi þetta land. Er hægt að segja eitthvað það hvort atvinnurekenda vald sé orðið það mikið að ógni almanna hagsmunum? Já, sko það þannig að það liggja ekkert fyrir mjög mikla rannsóknir í stjórnsýslu og þetta til dæmis mjög stór og mikil spurning sko, hvað á atvinnurekendavaldið gagnvart almannahagsmunum að vera sterkt og hvernig getum við fundið einhvern samnefnar að það sem að almannahagsmunur og atvinnulífið fer saman sem gerist nú sjálfsagt oftast og það þannig að það mjög illa tekið, það gríðarlega viðkvæmni hjá stjórnsýslunni varðandi gagnrýni og því illa tekið þegar að hún gagnrýnd og einstaklingar sem það gera til dæmis í meistaranámi upp í háskóla, þeir fá ekki vinnu þannig að menn gera þetta ekki og nú búið að vera stjórnsýslunámi í háskólanum síðan aldamótinu og það eru bara mjög litlar rannsóknir. Þetta sem þú segir hljómar eins og mjög dökklið á íslensku samfélagi ef þú mátt ekki gagnrýna eitthvað án þess að taka sinnsinn að þú fáir enga vinnu. Já, þetta mjög dökklið og hérna sem því miður kannski alþjóðlegri en maður heldur en hún sérstaklega banöl hér á landi að því að við erum svo litlu þjóðfélag, við erum svo nálægt hvert öðru og við sjáum þetta og það raunverulega þannig að skýrslur sem ekki eru nógu jákvæðar þeim stungið undir stól og svo framvegis. Einu aðilarnir sem í rauninni fá að gagnrýna stjórnvöld umboðsmaður Alþingis og við höfum haft þar umboðsmann sem hefur verið mjög góður og beittur og svo ríkisendurskoðun þar sem við höfum líka verið heppin með ríkisendurskoðanda sérstaklega núna og þeirra skýrslumenn og misvel tekið en varðandi til dæmis sjókvíaeldi þá gerði ríkisendurskoðun mjög dökka skýrslu það í febrúar 2023. Já. Og þrátt fyrir þá skýrslu ófremdar ástand, segir Katrín Oddsdóttir. Þannig að stundum kannski ekki nóg að skrifa svarta skýrslur. Nei, það ekki nóg að skrifa svarta skýrslur. Sko það ekki gott fyrir okkur sem erum á norðan og úr þingiskum sveitum, það ekki gott fyrir okkur að segja satt í sumum málum. Til dæmis það þannig að nýjar hugmyndir, til dæmis atvinnulíf, frelsi kvenna, náttúruvernd, þær koma miklu seinna út á land en hér á höfuðborgarsvæðinu. Og við höfum séð þetta og við höfum ákveðna mælingar sem benda til þess að sjónarmið komið ánga seinna og við höfum jafnvel séð sveitafélögum við Eyjafjörð tala sjókvíaeldi í Eyjafirði, fallegasti fjörður Íslands og það sem að maður hefði haldið að hugmyndir náttúruvernd væru sterkastar þarna í háskólavíginu fyrir norðan. Annars staðar á landsbyggðinni hugmyndir náttúruvernd mjög stuttkomnar og nútíma hugmyndir mjög stuttkomnar og þannig að menn með aðra siðferðilega viðmiðanir en ungar stjórnsýslufræðingar fyrir sunnan. Já. Sko, menn bara tilbúni fyrir eitt starf á Raufarhöfn að fórna bara staðnum þess vegna því miður. Já. Þess vegna sjónarhóll íbúa á Vestfjörðum allt annar en okkar sem
sem höfum flust á landsbyggðinu og setjum hér að gnækta borðinu á höfuðborgarsvæðinu. Já, það allt annað og þetta væri allt í lagi ef við værum í kyrrstæðu þjóðfélagi og ég var nú í sambandi við bókina mína svolítið að lesa gögn frá 19. öldinni, sem 1800 og eitthvað, þá sé ég ekki annað en sko framfara sinnar og þeir sem eru með nýjar hugmyndir búi alveg eins mikið í Þingeyjarsýslu eins og fyrir sunnan og búi all land sko og við vitum sko að gamla fólki í Þingeyjarsýslu það kunni ensku og dönsku og það vissi sín viti og hins vegar það núna þegar hraði breytingan svona gríðarlega mikill og atvinnulíf breytist svona hratt og hugmyndir okkar náttúruna, loftslagsmál breytist allt svona hratt þá getur það komið illa út að landsbyggðin hafi til dæmis auki vægi atkvæða miðað við höfuðborgarsvæði vegna þess að hugmyndir koma þar síðar. Þannig að við erum að sjá kannski eldri flokka sem eru íhaldsamir fá mikið fylgi út á landi og eru í krafti misvægis atkvæða að stjórn á Íslandi meira en flokkar sem vísa meira til framtíðar. Já. Og það veltur upp þeirri spurningu hvort aukin hætta sé á að íslenskri náttúru sé fórnað, henda á haugana og kynnt undir sjúkdómum og spillingu íslenska laxastofnsins vegna þess að það hafi brugðist að halda uppi þannig byggðastefnu að hafi bætt hag íbúana eins og hefði þurft að gera. Já, það getur gert það og það eru ekkert mörg sjónarmið sem eru mikilvægi í þessu en að því að við erum nú að tala við mig sem stjórnsýslufræðing þá það svo að við erum komin upp í þak með fjármögnun sameiginlegra verkefna. Við erum komin með upp í 40, 50, 47% af þjóðartekjum í opinber gjöld og samt viljum við öll búa í þjóðfélagi sem sambærilegt við Norðurlöndin. Ef eitthvað barn fær fötlun þá viljum við setja upp opinbera stofnanir til þess að sinna þeirri fötlun bara alveg eins og gert í nágrannaþjóðum og það alveg rétt á okkur að gera þetta en við erum bara 400.000 og við erum bara með rúmlega 200.000 skattgreiðendur og við þurfum að bera sömu stjórnsýslu Alþingi setur jafnmörg lög og í öðrum þjóðþingum og við þurfum að bera þetta allt saman á sárafáum öxlum. Þess vegna tel ég að við séum komin að þolmörkum varandi það hvað við getum tekið til hins opinbera án þess að fara út í auðlindagjöld. Sko, það eina sem við eigum eftir að nýta okkur ef við ætlum að búa við sambærilega kjör og milljónaþjóðirnar sem hafa þess að rosalega stokk af skattgreiðendum, þá verðum við bara að segja, það kostar eitthvað að nýta fyrir þannig skatt á Vestfjörðum. Það kostar eitthvað að nýta landið okkar. Og þetta eru sjónarmið til dæmis að ég ekkit alinn upp við þegar ég ungur í Þingeyjarsýslu sko, þá líta menn ekkit svona á landið og jarðir voru mjög sko verðlitlar og við horfðum allt öðruvís á þetta og ég man að voru gerðar í kynninni vísur hvað það var ljótt í Mývatnssveit og ég man að þegar ég var barn þá fannst mér sko það var bara eins og grjót í Mývatnssveit og það var svo ljótt og það var ekki fyrir ég var fullorðinn sem við fórum að sá fegur Mývatnssveitar. Svona hefur allt breyst. Af því að hún var harðgerð til landbúnaðar. Harðgerð til landbúnaðar og bara alveg ómuleg. Þetta minnir mig á kostulegt viðtal sem BBC Magnús Magnússon tók við Veigu í Nestlöndum held ég fyrir mörgum áratugum í Mývatnssveit. Þar sem hann spyr hana út í náttúrufegurð sveitarinnar. Og hún vildi meina að það væri bara fallegt í sveitinni þegar veittist vel í vatninu. Einmitt. Þannig fegurðin órofa tengd nytjahyggjunni og möguleikum þess að lifa af. Og þess vegna höfðu kynningar eitthvað til síns máls. Nákvæmlega. Þegar þeim var svona ljótt, veistur í Mývatnssveit. Þannig að þegar við komum að auðlindagjöldum og þegar við komum að sýnin á landið okkar og hvað það feikilega dýrmært og nú
vitum við öll hvernig landið og ég einn af þeim sem upplifið það mjög sterkt. Við höfum átt felli í sig við hjónar, við höfum verið upp í 30 nætur á sumri út á landi bara og það eins og að vera í tjaldi sko og þannig að við viljum sem sagt auðlindagjöld og ég held að við séum komin upp á veg með skattlagningu þannig að við þurfum það. Þess vegna getum maður ekki. Það eru svo mörg sjónarmið sem gera það að verkum að við getum ekki hort á þetta sem að gerast á Vestfjörðum og jafnvel á Austfjörðum líka. Seyðisfirði sem svona einhverja eðlilega þróun. Við þurfum að grípa inn í þetta. Já. Og ein lausnin gæti verið auðlindagjöld að það myndi kannski minnka áhuga þessara afla til að koma hingað og stunda misgeðslega iðju ef það myndi kosta það meira. Já, það svo leiðis að Norðmenn hafa farið þannig að þeir eru að flýja það þeir sem eru hér. Já, en tekurðu undir raddir Katrínar að ríkisstofnanir bara standi sig alls ekki sem skyldi? Nei, ég tek ekkert undir það í sjálfu sér. Við erum með bæði kannski eins góðar stofnanir og hægt að hugsa sér og eins slæmar og þetta svo misjafnt. Til dæmis hafa verið mínar uppáhaldsstofnanir persónuvernd og samkeppnisstofnun sem báðar hafa sett nýja reglur síðustu 20-30 árin og gerbreytt þjóðfélaginu hvernig það vinnur með hlutina og svo framvís og þarna hefur mjög góðast og metnaðarfulla stofnanir. Síðan eru auðvitað til stofnanir sem standa sig illa og það eru stofnanir sem eru deilurum. Til dæmis við þekkjum það sem erum á sveit að sjónarmið okkar í sveitinni varðandi dýravernd eru allt önnur. En eru á mölinni og margt eiginlega milli þils og veggja í þessu þegar við veit ekki hvað þau að gera og margt fær mikla gagnrýni og þannig að stofnar eru alla vega. En svo ég klári þetta nú þá sem sagt það sem kannski erfiðast við ríkið er ekki sjálfa stjórnsýslustofnanir og embættismannakerfið þó ég geti nú talað lengi það, þá pólitíkin svo sterk hérna. Hún getur gert það sem henni sýnist og það þetta gamla að Alþingi var á Íslandi og útdeildi réttlætinu og stjórnsýslan var hins vegar í Evrópu og við sjáum núna Evrópureglunar, við sjáum framkvæmdavaldi hjá Evrópusambandinu og þetta svo sterkt framkvæmdavald út í Evrópu og það sem skapar réttlæti, það sem skapar reglunar. Hér eins og í Bandaríkjunum kemur lýðræðið á undan stjórnsýslunni og það lýðræðið sem sterkt og eins og í Bandaríkjunum þar sópað út mörg þúsund manns úr stjórnsýslunni þegar verða forsetaskipti og menn taka inn fylgismenn sína. Þannig hefur þetta svolítið verið hér líka hluta til að menn á að tekja stuðningsmenn sína. Og bara það ef að tveir flokkar vilja fá fleiri ráðherrasæti en áður eins og gerðist núna við næstsíðustu stjórnarskipti þá bara öllu í stjórnaráðinu ruttað til og þá verða stofnanirnar svo miklu veikari og þá lenda málaflokkar milli ráðuneyta og menn fara að deila hver á hvað með að fara að deila peninga, hvaða peninga fylgir hvaða verkefnum og þetta lama stjórnsýsluna kannski árum saman svona hlutir hjá stjórnmálunum. Þetta eitt pennastyrkja stjórnmálunum en fer mjög illa með stjórnsýsluna. Hver útgönguleiðin úr þessu? Já, stjórnsýslufræðingar eins og Gunnar Smári var að segja hérna frammi áðan stjórnsýslufræðingar er náttúrulega sterka stjórnsýslu og faglega og ekki að hún sé mjög háð stjórnmálunum en hins vegar einhvað síður hægt að segja að hún má ekki vera of sterk það þarf þetta valda jafnvægi alltaf við getum sagt að starfsmannalögin hjá því opinbera séu ansi stíf hér á landi það menn eru nánast svona de facto æviránir. Já.
En heldur það sé svipa á starfsmönnum stjórnsýslustofnunum núna að rættir töluverða hagræðingu og sameiningu stofnana, fækkun þeirra og atvinnur ekki minna en ella og kann það að útskýra sleifarlag að starfsmennins opinbera þori síður en ella að setja sig upp á móti pólitískum vilja? Já, ég held það og svona upplausnar ástand er náttúrulega ekki gott í stjórnsýslunni. Sko, það er svo mikilvægt samræmi. Sko, þegar það eru 3 orð sem við segjum að eiga einkenna hið opinbera. Það er skilvirkni, það er að segja að hún sé afgreiði hratt og vel. Það er hagkvæmni, það er að hún sé ódýr fyrir skattgreiðendur og það er heiðarleiki. Það sem þú hefur ekki þetta og ert með spillta stjórnsýslu, þá kemur það alltaf niður á lífskjörum. Það er bara, þú hefur alltaf mæli kvarða á því hvernig stjórnvöld eru með lífskjörum. Þess vegna segjum við að stjórnun hefur verið best á Norðurlöndunum síðustu 2 mannsaldrana vegna þess að menn hafa það betra og hafa meiri mannréttindi þar en nokkuð staðar annar staðar sennilega í sögu mannkynsins. Og við viljum hafa stjórnsýsluna heiðarlega og eitt af því sem einkennir hana þá er samræmi. Þú þarft að láta alla fá sömu afgreiðslu. Og ef þú ert að breyta mikið stofnunum og ert með upplausnar ástand og menn veit ekki hvað munum fá vinnu næst og svona, þá náttúrulega opnar þau möguleika fyrir óbrútna stjórnmála menn sko að knýja fram hjá stofnunum ákvarðanir sem þeir hefðu ekki alla fengið af því að fólk getur ekki staðið gegn þessu. Þannig að ítök populistana eru mest í þannig árferði. Já. Það er það og það er að því að við erum að tala um þetta, völd stjórnmálamanna versus þessar stjórnsýslunar og þá er það klassískt deilumál og hér á 19. öldinni til dæmis þá er borgarastjættin að brjóta aðalinn og kóngana tilbaka og þá er hún með þessi gildi stjórnarskráin, reglurnar og við sjáum þetta ennþá hjá hægri aðilum. Sko helsti hægri flokkurinn í Danmörku heiti Venstre af því að þetta voru vinstri menn á 19. öld og það er þá sjálfstæðisflokkurinn hér sem styður reglufestuna, styður dóm Hæstaréttar gagnvart stjórnlega þingi og svo framvegis styður réttar þjóðfélagið. En það hefur verið meira á sósíalistísku hliðinni og vinstra megina menn hafa sagt sko tilgangurinn helgar meðalið sem er eitthvað að versta sem maður geta sagt í opinberu lífi því þegar þú þarf að segja tilgangurinn helgar meðalið þá máttu gera hvað sem þú vilt. Og þetta hefur svolítið loðað við stjórnmálamenn á Íslandi reyndar bæði til hægri og vinstri. Já, ómetanlegt að fá þennan sögulega fróðleik sem samhengi inn í umræðu dags í dag. Þakkaði fyrir þetta Haukur. En mér langar að kannski rétt í lokin aðeins að koma inn á þessar umdeldu breytingar sem hafa vorið á búvörulögum og þú ert svo sem nýbúin að gefa þína bók. Er þetta glæpsamleg ágreiðsla hjá Alþingi? Þetta er að mínu viti mjög sennilega ólöglega ágreiðsla. Í bókinni minni kemur fram koma fram forsendur þess að þingin í Danmörku 1849 og svo Alþingi 1874 þau fara frá 2 umræðina kerfi. Alþingi, gamla ráðgefandi Alþingi var með 2 umræður og hérastéttaþingin í Danmörku var með 2 umræður og menn fara í 3 umræður og það er ákveðið kerfi sem því fylgir og eitt af því sýnilega í því kerfi það er lógist kerfi þar sem þú átt að gera ákveðna hluti og ég feri vel yfir þetta í bókinni og eitt af því sem þú átt að gera er að ræða mál 3 og það sem er mikilvægast í málinu er 3. umræðin, það er langmest athygli af því að menn voru vanir 2 umræður og
og hún svo mikill öryggisvendill, þriðju umræðan. Og þegar Alþingi var hérna og meira frjálslindi hjá Íslandi og menn gerðu nákvæmlega það sem menn síndust á fyrir hluta 20. aldar, þá sá menn við þessu og byggu til 4. umræðuna. Menn Alþingi rústaði lögum í annar umferð, svo bara bjóða til 4. umræðuna og þá var málið löglegt. Þetta hefur ekki verið gert í marga áratíu, en sko það að afgreiða mál með 2 umræðum en gengur náttúrulega alls ekki. Nei, og lítur þú þannig á að nýtt frumvarp sé að ræða eins og sumir hafa sagt? Já, það alveg klárt að nýtt frumvarp að ræða því matvælaráðherra Svandís Svavarsdóttir gerði mjög vel grein fyrir frumvarpinu við 1. umræðu eins og þá gert. Hún flytur framsöguræðu og hún segir hverju markmið frumvarpsins til hverja það nær og svoleiðis, og það sem að breytist í annar umræðu, það verða allt önnur markmið og það nær til annars hóps og svo framvegis, þannig að þetta eru lög sem ekki hafa farið í umsagnarferli og engin ætlaði sér að setja fyrir en bara þarna. Nei, og svo þessi samráðsgátt sem verður kannski harla ómerkilega, eða hvað maður á að segja, að hérna sá vettfangur nýtist illa. Hvað var það vendingum málsins? Já, samráðsgátti, það eru 2 samráðsgáttir í rauninni, það annars vegar hjá stjórnarráðinu frá 2018 og sem nú orðin aðalgáttin og sem allir stjórnsýslufræðingar fagna mjög því. Það þýðir að athugasemdirnar út úr þjóðfélaginu koma inn í ráðuneytin, koma miklu fyrr en hjá Alþingi, koma snemma inn í frumvarpið og ráðuneyti geta tekið þetta með annarkvort til þess að finna rök gegn því sem lagt til eða til þess að fella tillöguna sem lögð til að heildarhugsuns frumvarpsins. Þannig að þú fær heildstætt frumvarp fram. Þarft ekki að breyta því. Síðan sem sagt umsagnarferli á nefndum Alþingis og og sem þessi gamla hefð og hefur náttúrulega gert það verkum í gegnum aldirnar, í gegnum áratugina, að þingið hefur breytt málum mjög mikið í aðra umræðu og kannski veldur þetta því að þingið ekki með eina reglur það hvaða má breyta mikið. Það bara með stjórnarskrár ákveðum 3 umræður og það ekki. Og hérna, þessu öllu kippt úr sambandi og þetta auðvitað stór mál sem bókstaflega ekki tekið í stjórnarsáni vegna þess að það segir ekki beinum orðum að almenningur eigi hafa aðkomu að lagagerð, en það náttúrulega hluti af nútíma hugmyndum okkar og nútíma þjóðfélag og hugmyndum Norðurlandanum þjóðfélagið meðal annars atvinnulífið eins og við nefndum á hann og almenningur og félagasamtök og hagsmunasamtök hafi áhrif á frumvörp þegar þau verða til og þegar þetta gerist og þannig í þinginu að það verður til nánast nýtt mál sem ekki fær nema 2 umræður og ekki fær neina athygli, ekki fær umsagnir, þá hérna lítur þetta mjög illa út og að mínu viti það væri mjög spennandi að fá dómsmál. Heldur að stefni í það? Ég ekkert vissu það þykir auðvitað stór mál. Það hefur bara einu sinni frá 1849 verið háð dómsmál í Danmörku það hvort þingið fari rétt að og ef að það væri háð hér þá væri það alveg stór mál að dómstólar færu að segja þinginu fyrir verkum og slá puttana þeim og mér finnst það mjög spennandi. En ég gerir ráð fyrir að þá myndi Alþingi leggja málið aftur fram eins og það vant að gera þegar það hefur, eins og ég nefndi þegar Alþingi hefur sett lög með vafasögum hætti þá hefur það yfirleitt settu inn í betri búning og endurfluttu árið eftir og þá voru þau orðin góð Þannig að þú getur ekki kært fyrir lögum sem er komin úr gildi Þannig að þú ert að koma með ný lög. Þannig að ég gerir það fyrir því að ef þetta í dómsmál þá myndi Alþingi taka þetta upp aftur.
Haukur Harðarsson, kærar þakkir fyrir að svara spurningum okkar þessi mál. Við vorum jú aðalega að ræða náttúruvernd og fyrirtæki og stjórnsýslustofnanir hvað annað varðar en þetta tiltekna mál en það verður fróðlegt að sjá hvernig þetta mál þróast. En við segjum þá þessa umræðu segjum henni slitið en höldum áfram. Erfiðleikar heimila verkafólks hafa hríðversnað frá árinu 2021. 6 af hverjum 10 félögum í Eflingu eiga nú erfitt meðan á endum saman. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag, barátta fyrir betra lífi.